það sem ég langar að gera hérna með ykkur, næstu mínúturnar að gefa ykkur smá yfirlit yfir verkefni dagsins og reyna að setja hlutina svolítið í samhengi og ekki vanþörf á vegna þess eins og Bergur nefndi að þetta heilmikið reglugerðar fargan og þar margt eins og komið inn á gott en það ýmislegt líka sem síður gott og þá skiptir mestu máli að sjá í gegnum reglurnar og sjá samhengið þeirra þannig að við getum nýttar okkur til gagns og það forðast þá neikvæða þætti flækjustigsins. Og þetta sem sagt það sem ég ætla að tala í dag og það rauði þráðurinn í raun og veru að tryggja hluthöfum og í raun og veru félögum sem í samstarfi önnur félög viðeigandi áreiðanlegar og staðlaðar upplýsingar. Og allt það með markmiði að auka traust í samskiptum og það eins og það sem við vitum sem stöndum við viðskiptum að það sparar alveg gríðarlegan kostnað. Á sama skapi takmarkað traust gríðarlega kostnaðarsamt í allri undirbúningi samninga, þau samningar sem verður ekki af og svo framvegis. En það sem ég langar að byrja þess að gera að fara hérna yfir smá tímalínu, síðastliðin 50 ár. Og vegna þess að það stundu talað svo CSRD sem sjálfbærni upplýsingar, að þetta sprottuð upp úr einskismannslandi, en svo ekki, þetta myndar allt nokkra heild. Og hérna sjáum við kannski í kringum 1980 og svo, þá byrjar þessar þróun á þessum reglum verðbréfaviðskipti, skráð verðbréf, skráð hlutabréf og svo framvegis. Og það heldur áfram og þar eru reglur eins og innherjaviðskipti, innherjaupplýsingar, skráningu hlutafélaga og svo framvegis. Og inn í þá þróun kemur svo líka heilmikið neytendavernd eins og skipting reglna milli fagfjárfesta og einstaklinga, við þekkjum UCITS og MiFID og svo framvegis. Þetta allt reglur sem við erum vön í dag og við skapa grunninn undir þessu virku markaðsviðskipti. Og svo tekur við, svona einhvern tímann í kringum 2014, þróun á reglum sjálfbærni upplýsingar. Það kemur inn fyrst með direktífi framkvæmdastjórnar 2014 ófjárhagslegar upplýsingar og nú erum við með CSRD, nýtt regluverk í höndunum sem við innleiða hér og í Evrópu. En ekki bara það, vegna þess að alþjóða reikningsskilaráðið til dæmis líka búin að setja sjálfbærni upplýsingar sem verið að innleiða víða lönd. Bretlandi, Kanada, Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Sviss og svo framvegis. Og eins verið að vinna að áþekkum reglum til dæmis í Kína og Indlandi. Þannig að þetta að verða svona hluti af okkar starfsumhverfi. En sem langar svo aðeins hérna áður en hver þetta yfirleitt að draga fókusin aðeins að bleiku bólunum. Það þessi mekanismi EU taxonomy, sjálfbærni upplýsingar, kröfur að stofnanafjárfesta greini sjálfbærni átti eignasöfnum og miðli til sinna endafjárfesta. Það mekanismi sem búið að innleiða síðastliðin 3-4 ár. Svo hins og gulu bólurnar, þar svolítið nýlunda sem kemur svolítið óvart hvað lítið í umræðinni. Og þar eru efnislega reglur fyrir fyrirtæki í rekstri til þess að þekkja viðskiptakeðju sína og taka á ýmsum málum og það sem mun hafa talsverð áhrif á starfsemi íslenskra, evrópskra og jafnvel alþjóðlegra fyrirtækja. Og ég ætla bara að nefna þetta nokkuð dæmi. Það til dæmis, nú komin í gildi reglur það að maður ætlar að fullera að framleiðsla sé sjálfbær, hvaða kröfur eru þar. En svo nýleg reglugerð til dæmis deforestation sem tekur gildi næstu áramót, virkar framandi og lítið áhugavert, en snýru það að það má, eftir næstu áramót, það má ekki flytja inn til Evrópu vörur sem framleiddir á svæðum þar sem skógum hefur verið rutt, villtum skógum hefur verið rutt síðastliðin 10 ár. Og hvað þetta? Þetta kakó, kaffi, súkkulaði mikilvægt, en þetta líka timbur, þetta soja og þetta palmolía sem í ótal vörum sem við erum að framleiða og flytja inn á sviði til snyrtivörur, hreinlætisvara og matvæla. Þannig að þarna þurfa fyrirtækin að byrja strax í dag að aðlaga þessar hlutunum. Annað forced laboring regulation. Hvað þýðir það? Jú, fyrirtækin, sérstaklega stærri fyrirtækin, þau þurfa að þekkja virðiskeðju sína og vera að tryggja það að það sé ekki framleiðsla í virðiskeðjunni, alveg marga lið eftir, bara alveg til enda, þess að frá upphafinnar og að framleiðslustöð sem byggir á forced laboring. Það bara mjög víða. Það barnaþrælkun, það almenn þrælkun, það líka þvingað vinnu. Og þarna bara vísað í ILO-staðla og svo framvegis. Þannig að nú annað talandi skammstafinni CSDDD, sem bara því Corporate Sustainable Due Diligence Directive. Hún mælir fyrir það að frá árun 27, sem nánast bara morgun í stórum viðskiptakeðjum, það þarf stórfyrirtæki í Evrópu að þekkja virðiskeðju sína og greina út frá áhættu með tilliti til umhverfisþátta og mannréttinda.
Það þýðir að mörg minni fyrirtæki, sem eru lítil á alþjóðlegum skala en stór á Íslandi, þau þurfa þá að fæða upplýsingar inn í virðiskeðju þessara fyrirtækja. Þannig að hvað sem okkur sýnist að það þurfum við að fara að setja okkur aðeins önnur gleraugu og hvert og eitt iðn- og þjónustufyrirtæki þarf að kortleggja það, eitthvað í þessu fyrir okkur. Þetta skiptir náttúrulega líka fjárfestana máli, vegna þess að við lærum það vel í COVID að hvað alþjóðlegar virðiskeðjur eru margþættar og margbrotnar. Og hvað það? Það sem við langar þá að gera núna, við langar að draga upp bara nokkra helstu þætti í 2 reglum sem að varða Ísland beint í gegnum EES-samninginn. Og það er alls ekki þannig eins og ég segi þetta sé gallalaust, en það er hins vegar margir styrkleikar í sem við getum nýtt okkur. Og fyrst er þetta eins og Bergur nefndi, þetta fallega nafn CRD22, það er Shareholders Directive 2, þetta er bara reglur sem munu fara inn í íslensku hlutafélagalöggjöfina væntanlega á vormánuðum þess árs eftir bestu upplýsingum á ráðuneytinu. Og þarna er náttúrulega bara verið að draga það fram að þarna er verið að bæði að færa hluthöfum ný réttindi, líka að leggja á talsverðar skyldur að taka eiga virkari samskipti við sín hlutafélög, félögin sem er fjárfest í. Og líka verið að leggja ákveðnar kvaðir á fyrirtækin, en vonandi er líka að auðvelda þeim að eiga virðisaukandi samskipti við sína hluthafa. Og þá er það þannig að það er verið að leggja áherslu á það að fyrirtækjunum verið tryggt að þau geti þekkt sína hluthafa í gegnum eignarhaldsfélög og safnreikninga til þess að gera samskipti skilvirkari, og þetta er líka hluta því að efla innri markaðina, auðvelda hluthöfum og að nýta rétt sín yfir landamæri. Nú, það eru alveg nýjar reglur gagnsæi störfum fjárfesta og stofnana fjárfesta og eignastýringaraðila. Við þurfum til dæmis að setja eins og lífeyrissjóður, tryggingafélög, verðbréfafyrirtæki, eignastýringaraðilar, þurfum að setja okkur engagement policy í hlutunarstefnu og þar skiptir náttúrulega miklu máli að það sé bara að horfa á viðskiptalega mikilvæga hluti, og eins þarf að eiga þessir aðilar að upplýsa með opinberum hætti hvernig þeir gera þetta. Og ég veit að Harald kemur inn á þetta á eftir, sama starfskjarastefnur og upplýsingagjöf hana. Þar eru konar nokkuð ítarlegar efnislegar reglur, mun ítarlegar heldur en félög að vinna eftir í dag. Og þar annars vegar þarf að setja stefnuna og hins vegar að birta upplýsingar hana, og þar hafa hluthafar rétt á að greiða atkvæði. Þannig að þar erum við til dæmis að þroska vonandi meira samtal í dag, þannig að við séum ekki að flækjast fyrir konum öðrum, heldur miklu frekar að vinna þetta saman, þar sem hluthafar og stjórnendur félagana. Nú, þriðja reglan, svona stóra efnisreglan, það er viðskipti tengdra aðila. Það er ekki með skýra efnisreglur í tilskipunum, þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað viðmið verða sett fram þar í lögunum sem væntanlega birta sem frumvarp á komandi þingi. Og svo er þarna áhersla varðandi sjálfbærni í fjárfestingarstefnum fjárfestana og langtíma verðmætasköpun. Þannig að það sem skiptir máli, og það er hluta tilgangi þessa fundar í dag, og eins og ég segi, ég veit að Harald kemur dýpra inn á nokkur af þessum efnum, að það er að í raun og veru bara taka virkt samtal, þannig að við séum aftur að ná kostunum úr þessu og forðast óþarfa skriffinnsku eða ofstjórnun. Hin tilskipunin, aftur fallegna, Corporate Sustainable Reporting Directive, að hún hefur í raun og veru það hlutverk, hún er hluti eins og þið sáuð áðan, hún er hluti af þessum 4 bólum hérna og þessu efnislega regluverki, að hún hefur það í raun og veru hlutverk að liðka fyrir því að þróa Evrópusambandið í sjálfbært hagkerfi, varðandi auðlindanýtingu. Og þar er í raun og veru verið að aftur að leggja áherslu á að fyrirtæki birti áreiðanlegar, viðeigandi og staðlaðar upplýsingar. Þannig að í stöðluninni spörum við okkur náttúrulega heilmikið. Við vitum það til dæmis að ég þekki það nú mest bara frá myndum að þegar að vera að lesta og losa skip, að þá var það gert með sekkjum hérna og tók ykkur daga og vikur áður. Nú er þetta allt gert í gámum og með Europilötum. Gámarnir byggja á ísóstöðlum. Hugsaðu ykkur að við værum með 5, 6, 7 ólíkar tegundir af gámum heiminn. Það er svolítið svipað með þetta og margt af þessu virðist flókið og lítið aðlaðandi, og ég veit þetta pirrar suma í rekstri, þá leiðum að lítur undir hútið, þá er þetta í raun og veru meira spurningum upplýsingar atriði sem skipta miklu bara máli í góðum rekstri. Og ég nefni hérna nokkuð dæmi, þá að setja sjálfbærnistefnu. Stefnan snýst í raun og veru bara það hvernig umgöngustu takmarkaður auðlind sem fyrirtæki eru að nota og þann auð sem að felst í mannskap fyrirtækisins og svo góða stjórnarhætti. Þannig að viðskiptamódeli útskýra það, þegar eru í því, hvatakerfi, þannig að það sé verið að vinna stjórnendur séu með augun á mikilvægum þáttum sem varða
sjálfbærnimál. Og þá kemur kannski að þessu að greiningun og tvíþátta mikilvægisgreiningu. Og það það sem kannski hryggjarstykkið í þessu. Það að greina áhættur og tækifæri fyrirtækisins vegna þeirra breytinga sem eiga sér stað í vistkerfunum okkar og samfélögunum. En allt á grundvelli þessum enn eitt skemmtilegt hugtakið, tvíþátta mikilvægisgreining. Hvað snýst hún um? Skoða bara alla þætti sem varða vistkerfin og náttúruna og það sem fyrirtækinu nýti því, skoða stjórnarhættina, skoða mannauðinn og fókusera á það sem hefur efnislega þýðingu fyrir rekstur fyrirtækisins, sleppa öðru. Með þessu erum við nú bara að tala góðan rekstur. Við getum sleppt hugtakinu sjálfbærni út úr þessu. Við erum bara að fara vel með auðlindir og reyna að nota minna input fyrir meira output, sem þýðir náttúrulega meira hagnaður. Áreiðanleikakannanir, þetta alls konar verkefni þar, bara þannig að notendur upplýsingarnir geti treyst upplýsingunum. Það þarf að vera með sjálfbærni skýrslu þar sem þetta kemur fram sem að reifaðir á vinstri hliðinni. Og þá vera með áætlun og þetta getur verið svolítið stór áskorun. Fyrirtæki eiga að setja fram einhvers konar áætlun eða allavega það mælst til þess hvernig það ætla að halvera losun gróðurhúsalofttegunda sinni starfsemi fyrir árið 2030 og núllerinn út 2050. Þarna eru ítarlegur mekanismi til stuðnings en þetta náttúrulega mikil áskorun og fyrir sum fyrirtæki illgerlegt. Allt þetta svo vera EU-taxonomy have gögn en eins og margir þekkja einnig þá það svona skilgreiningakerfi fyrir hvað telst sjálfbær rekstur. Þannig að þá hins vegar spurningin, ég sagði þá, ég held að geti sagt að mér nokkuð vissu eftir samtölu við ráðuneytið að hluthafareglurnar koma inn í lög á vorþinginu. Hins vegar ekki CSRD, ekki væntanlega ekki fyrir haustþinginu vegna þess að það ekki búið innleiðið í EES-samninginn. Svo vitum við að það alls konar endurskoðun í gangi hjá Evrópusambandinu þetta. Hins vegar eiginlega örugt mál að þessi viðfangsefni ekki að hverfa frá okkur. Og af hverju segi ég það? Það meðal annars vegna þess að eins og ég segi þetta komið inn í alþjóðlega reikningsskilastaðla, alþjóðlega reikningsskilaráðið er búið að setja þetta inn í sjálfbærnistaðla sem verður að innleiða víða um lönd. Fjárfestar eru farnir að gera kröfu þetta vegna þess að þeir telja þetta bara hluta af sínu áhættumati, nauðsynlega hluta af sínu áhættumati. Eins eru neytendur í auknum mæli sínar rannsóknir að gera kröfur og líka fyrirtæki sem ætlar að sitja hjá. Það gæti orðið illa undir í samkeppni ef eitthvað annað fyrirtæki nær mun betri hagkvæmari aðferðum við nýtingu hráefna og auðlinda. Og svo hitt líka að þetta í leiðbeiningum stjórnarhætti, 7. útgáfu, sem búin að vera gildi í allnokkur ár, í svona stórum atriðum, sjálfsögðu ekki það sama. Og bara til þess að útskýra aðeins tannhjólið, og ég ætla ekki að fara ítarlega yfir þessa flóknu mynd, nema hvað, að hér eru við með CSRD sem sjálfbærni. Hér eru við með stofnanafjárfesta sem þurfa að greina sjálfbærni í sínum eignasöfnum og samkvæmt lögum sem gildir í dag. Við erum að vinna þetta hjá Lífeyrissjóði Verslunarmanna og öðrum fagfjárfestum. Við þurfum upplýsingar til þess að geta unnið okkar vinnu úr CSRD eins og bláa línan sýnir. Við þurfum líka upplýsingar úr taxonomy greiningu til þess að geta unnið okkar vinnu og miðla til okkar endafjárfesta. Og svo það líka þannig að úr taxonomy komu upplýsingarnir CSRD og svo þessi kostgæfnis due diligence directive sem lítur á bara fyrirtæki, stórfyrirtæki, þekki vel áhættur í sínu viðskiptum út frá umhverfi og mannréttindum, að þau þurfa líka þaðan upplýsingar. Þannig að þó Evrópusambandið sé eitthvað markið að endurskoða þetta, þá viðfangsefnið ekkert að fara frá okkur. Þannig að ef það verður einhver breyting á þessum reglum, þá þurfum við bara sennilega hóa í annan fund og stilla okkur að þar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en vona að einhverjar hugleiðingar hér hjálpi ykkur til að setja fókusinn á þetta sem við teljum sem að stöndum að þessum málþingi skipta býsna miklu máli. Það að þessi hópur geti sem best unnið saman í að skilvirka innleiðingu, auki gegnsæi og traust sem aftur náttúrulega, eins og ég nefndi áðan, gríðarleg verðmæti í viðskiptum og þar með virðisauka. Takk fyrir.